Mastersmótið í golfi hófst í Augusta í Georgíuríki í Bandaríkjunum í gær, 7 mánuðum á eftir áætlun. Veður setti strik í reikninginn og náðu ekki allir kylfingar að ljúka leik í nótt. Englendingurinn Paul Casey var efstur þegar keppnin var hætt þegar birtu tók að bregða. Hann lék á 65 höggum eða 7 undir pari og 2 höggum undan Webb Simpson og Xander Schauffele. Tiger Woods á titil að verja á mótinu og hann átti sinn besta upphafsring á mótinu frá upphafi. Hann 3 höggum á eftir Casey ásamt 8 öðrum. Það var allt upptalið að sinni en ég minni á leik Íslands og Búlgaríu undankeppni EM kvenna í körfubolta. Hann í beinni útsendingu á RÚV klukkan 3 á morgun. Verið sæl. Hefurðu smakkað haustjógúrt með íslenskum aðalbláberjum? Arna, fyrst og fremst laktósafrí. Bjóðum Spapa velkomin, saltvatnspottur, ekkert klór eða bróm og súpa dúpa sæti. Súpa dúpa la 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 la. Það Toyo í kortunum, hvernig sem viðrar. Toyo harðskeyljadekk fyrir öryggið og umhverfið. Nesdekk. Já, komið sæl. Ef við byrjum á að líta litskorti frá því í dag þá höfum við lagði hérna við austurströndina sem nú svona senn á leiðinu út á kortinu hjá okkur og við tekum nú fremur hægur vindur á morgun og bara hið fínasta veður en það næsta lagði, hún liggur hérna milli Bretlandseyja og Íslands og hún kemur til með að fara síðan upp á milli Íslands og Noregs en kemur til með að skilja eftir sig fremur kalda norðaustanátt hjá okkur. Og ef við lítum á hitasviðið þá mjög kalt loft sem streymir hérna langt út á Atlantshafið og veldur því að aðallæðagangurinn nú hérna fyrir sunnan og austan land en aftur á móti þá opnar þetta nú fyrir kalda norðaustanáttina og því má nú búast við að kólni hjá okkur og sérstaklega svona eftir helgina og þá fer nú væntanlega að snjóa víða. En svona lítur kortið út fyrir morgundaginn, það gert ráð fyrir björtum degi, svona norðlæg átt eða breytileg, gæti orðið léttskýjað hérna bæði sunnan og vestanverðslandið og einnig alveg hérna á Austfjörðunum, en gæti orðið nokkuð þungbúið svona við norðurströndina og þar gæti verið að detta niður einhver svona stöku snjóél. Og hitastigið liggur svona og yfir frostmarkinu. Og síðan á sunnudeginum þá fer svona að bæta í austan og norðaustanáttina og verður svona þungbúið á landinu og má gera ráð fyrir getur orðið nokkuð hvasst bæði á Vestfjörðunum og síðan einnig hérna við suðausturströndina. Og það kólnar enn í veðri hjá okkur og hitastigið farið að liggja víða undir frostmarkinu og má því búast við því að ofankoma verði á formi snjókomu. Nú síðan á mánudeginum þá svona kólnar enn frekar hjá okkur, norðanáttin svona áfram ráðandi og það gert ráð fyrir því að það mun snjóa nokkuð víða, bæði hérna norðan og austurlands og síðan einnig hérna úrkomusvæði sem liggur við suðurströndina og gæti alveg hæglega komið inn sunnanlands og það væntanlega orðið það kalt að ef hún dettur inn þá verður þetta einnig snjókoma þar. Og síðan á þriðjudeginum, það svona sama vers áfram norðaustanátt hjá okkur, heldur áfram að kólna, orðið frost hérna allt land og má gera ráð fyrir því að það verði nú einhver snjókoma og sérstaklega hérna landið norðan og austanvert. Nú síðan ef við förum hérna til Evrópu þá nú sjáum við hérna lægðakerfin, það þessi stóra lægð hérna vestur af Bretlandseyjum og skil frá henni sem að koma hérna yfir Bretlandseyjarnar og það rignir þá þar á morgun og síðan ganga skilin hérna norður eftir þannig að geta alveg fara að rigna í Suður-Noregi svona annað kvöld. Annars nú þokkalegt veður hérna í Evrópu, þannig gæti nú orðið eitthvað þungbúið hérna á norður Ítalíu og einhverjar skúruleiðingar en annars víðast hvar bjartviðri. En á Íberíuskaganum þar aftur á móti þungbúið og má gera ráð fyrir því að það rigni nokkuð víða, nokkuð bjart hérna í Frakklandi svona allavega austan til en það skil á leiðinni hérna úr vestri og það gæti alveg farið að rigna svona vestan til í Frakklandi